Já, velkomin að Rauðaborðinu á Laugardagsmóti. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér og bæra okkur kannski til þess að spegla okkur í viðkomandi. Og hingað komin Ævar Kjartansson. Þú ert útvarpsmaður, eða ekki? Ég var það, jú. Og kannski jafnir lengur en þar var á. Finnst mann í stundum. Nei, ég var viðlaðandi í útvarpið í einn. Hvað var það? 48 ár held ég. 48 ár? Það er mannsævi. Það er mannsævi. Já. Þannig að það er svona eins og við hefum nú reyndar spjallað hérna áður. Já, við tölum eins og saman Ríkisútvarpið. Ríkisútvarpið. Og það er nú kannski, það var einmitt ágætur kunningi minn var að spyrja mig að því í morgun í pósti, sko, af hverju talar enginn frambjóðandi neins flokks málefni Ríkisútvarpsins. Af hverju hafa menn ekki áhuga á Ríkisútvarpinu? En þú ert í framboði, en þessi spurning beinist þá að þér. Af hverju talar þú ekki Ríkisútvarpið? Já, það er nú svona eins og kannski að vera að tala um börnin sín eða einhverja mjög nána fjölskyldur, sko. Þannig að ég hef nú ekki talið þessum ekki beinlínis mitt hlutverk. Það er Ríkisútvarpið náttúrulega svolítið vandræðilegt mál, vegna þess að það er bara hefð í íslenskri pólitík að sjálfstæðisflokkurinn fyrst og fremst talar illa um Ríkisútvarpið og mér finnst það stundum vera bara eins og taktík. Þeir eru bara minna starfsfólkið á að það er ekki á einhverju línu að þá fáið að heyra það og alltaf svona undirliggjandi hótunum að takmarka fjárveitingar til Ríkisútvarpsins eða skaða það með einhverjum hætti. Flokkurinn hefur meira og minna verið með útvarpsstjórann held ég bara frá Markúsi Erni í fyrir að nokast bara 40 ár bráðum. Já. Og það kemur náttúrulega þessi sérkennilega staða að eins og þú segir þeir tala illa um Ríkisútvarpið. Já, en þeir stjórnaði. Og svo hlaup alltaf svokallaði vinstrimenn í það að búa til skjaldborg utan Ríkisútvarpið sem er þó Ríkisútvarp sjálfstæðisflokksins meira og minna. Og mér finnst að ég hef gagnrýnt Ríkisútvarpið bæði fréttamatið á fréttastofunni og líka bara svona spurningar eins og til dæmis í þessum í tengslum við þessar kosningar. Það verður mjög ábyrjandi að ef einhver flokkur leggja til skattahækkanir þá þarf hann að svara því alveg á nákvæmlega hvað er alltaf hækka skatta og hvenar og hversu mikið. En ef ykkur vil skera niður, eins og einn sem sagt að skera ríkið niður 20%, hann var ekki spurður það, sko, hvaða afleiðingar verða því eða hvað hann ætlaði að skera niður. Nei. Þannig með sjónarhorni á Ríkisútvarpinu vera mjög til hægri. En það er einmitt það er lengri saga heldur en altså sjálfstæðismenn í stól útvarpsstjóra. Þetta er saga held ég frá því um 1950. Þetta að Morgunblaðið hefur alltaf hamrað á því að það séu kommunistar á fréttastofu útvarpsins og það auðvitað gegndi því hlutverki að tilgangurinn var sá að færa mokkan til. Þeir eru til vinstri sem þýddi það að hægri sinnuð pressa Morgunblaðsins, hún færðist nær miðunni. Hún varð hið eðlilega. Og ég held sko að þetta var svo klókindilegt og ég held að þetta sé ætta frá Bjarna Benediktssyni eldri. Þetta er útspekulerað og hefur eins og bara framgangu núna sérstaklega sko á öld sko nýfrjálsíkjunar þá hefur þetta tekist ljómandi vel að láta þar að segja svona markaðsleg sjónamið vera hinn eðlileg. Eins og þetta, þú þarft ekki að útskýra ef þú segist vilja lækka skatta. Nei. Sem að væri náttúrulega stærsta spurningi, sko, ef þú ætlar að afnema eignaskatta og ég meina þeir gáfu sko 70 milljarða í ríkissjóð, hvað ætlar að gera í staði? Hvað ætlar að gera? Ég ætla að hækka skatta á lágtekjufólk eða ég ætla að selja bara eignir upp í gatið eða ég ætla að fara að rukka þá sem að koma á sjúkrahúsin eða þannig það er aldrei spurt um þetta. En 48 ár á Ríkisútvarpinu, hvað var þetta tíma vel varið? Já, nú veit ég ekki hvað skal segja. Þetta var endar Þetta var fátítt að eitthvað sé svona lengi á einu vinnustað. Já, þetta var endar sko, kannski þetta er ekki alveg. Þetta er 2 ár frá gullúrinu. Sko, þetta er 2 ár frá gullúrinu og þetta er sko 48 ár frá því ég byrjaði þarna sem þulur
og þar til ég fór á eftirlaun sko 70. Hins vegar þetta var ekki alveg, það koma í þetta aðeins gött á svona á 30-aldrinum, þetta var í námi og svona og reyndi að sinna einhver öðru en dróst alltaf inn í Ríkisútvarpið aftur. Sumir segja að fjölmiðlar séu svona hættulegir að þessu leyti, að fólk verður bara ástfangið. Já. Var það þannig? Já, ég held að sé. Ástu fyrstu sín? Ástu fyrstu sín og ég reyndar, ástæðan fyrir ég byrjaði að vinna á Ríkisútvarpinu var nú einfaldlega svo, ég sveitamaðurinn þekkti eiginlega aðra stofnun. Það var stofnunin sem maður þekkti frá sínum uppvexti norður á Hólsfjöllum og þar var auðvitað Ríkisútvarpið algjör svona lífæð við umheiminn og þannig að þegar ég sá fram á það að þurfa að fá mér vinnu ungur maður nýbúin að kaupa, við vorum búin að kaupa okkur lítið hús hér upp í Þingholtum þá datt mér ekkert annað í hugan Ríkisútvarpið og bara labbaði þær inn og spurði hvort það vantaði ekki manni eitthvað og ég var spurður að því að geturðu hugsaðir að vera þulur? Já, ég sagðist vera læs, þannig það var upplagt. Og með eitthvað svona norrlenskan framburð sem hefur alltaf þótt góður Ríkisútvarpið? Já, það vann með mér. Norrlenski framburðurinn sem reyndar er ekkert mjög ákveðin eða sterkur á mínu svæði. Það að við skilin á milli Norðurlands og Austurlands. En fólk skýrmæltara þarna? Það skýrmæltara þó maður sé ekki prump ekki stampinn eins og þeir í Eyjafirðinu sko. En við hérna fyrir sunnan við erum með svona latmelgi, ég veit ekki hvað það sé til. Það er ekki lögð svona ekki mikla sterkar áherslur. Nei. Og þannig að þetta semst vann með mér upp á það að fá það. Enda varstu alltaf komin inn þegar það var spurt hvort þú vildi vera þulur. Það eitthvað lítur að hafa verið við framburðinu. Jú, sjálfsagt. Svo fór ég í próf og þularpróf og það bara gekk ljómandi. Og mér var enda sagt að ég var spurður hvort ég þekkt einhvern útvarpsmann og ég hugsaði mér og komst nú að því ég kannaðist lauslega við Stefán Jónsson fréttamann vegna þess að hann var í þetta er 1972 og þá hafði Stefán boðið sig fram til þings í norðaustur kjördæmi sem hefur líklega verið í Norðurland Eystra hérna þá og ég hafði tekið að mér, ég var þá í skóla á Akureyri og ég hafði tekið að mér að vera fundarstjóri hjá Stefáni og kannast bara við hann þess vegna og ég leitaði til hans og hann sagði að það var nú ekki hægt að kenna mönnum kannski beinlínis að vera þulur ég sagði það er svona ákveðin afstaða samt sagði Stefán, skalt passa á því að þulurinn hann á ekki láta heyra á máli sínu sko tilfinningu jákvæða neikvæða og það þú getur auðvitað sett upp svolítið sorgartón ef eitthvað alvarlegt gerist eða varðskip skotin niður eða eitthvað slíkt og eins ef að herinn fyrir landi þá auðvitað ekki hægt annað en að fagna og þetta var leiðbeiningin það reyndist mjög vel. Þú sagði það að útvarpið hefði verið eina stofnun sem þú þekktir þar sem varst að alast upp á Hólsfjöllum. Hvað var það mikil einangrun? Sko það var nú reyndar svolítið mótsagnakent að Grímsstaðir á fjöllum voru í þjóðbraut og sem þýddi það að þarna var mikil umferð á sumrin. Og þannig að maður vissi alveg hvernig annað fólk leit út það var ekki, en á veturna var gersamlega lokað það fóru engir bílar þetta svæði, það var Mördalsörafi voru lokuð nema rétt á Hjarni það kom fyrir að það gerði þannig Hjarnfæri að það var hægt að skutlast á jeppa austur í Jökuldal. Það var einhvers sem datt í að moka þetta? Nei, það var ekki inn í myndinni. Það var bara mokað þegar það kom frá í og þótti alveg yfirið nóg. Og hvað er þetta þá langur tími það sem er einangrun? Já, þetta var sko frá því má segja, frá því bara að fer að snjóa, þess að frá því október og fram í maí. Hálft árið? Hálft árið. Og þá eru þið bara lokuð inn í fjölskyldan? Já, og reyndar
sko þegar ég var smástrákur þá voru póstsamgöngur við Skinnastað í Öxarfirði og þá var farið gjarnan á hestum eða jafnvel með hest og sleða. Ég minnist þess til dæmis að svona rétt fyrir jól, þá ég líklega verið svona 6-7 ára, þá kom pósturinn með sleða hlaðinn eplakössum. Og það var mikill spenningur, sko það hafði haldist frostlust og þá þótti óhætt að prófa þetta. En menn voru samt alltaf spenntir að sjá eplin hvort væri ekki örugglega óskemmt. Og þessi epla, það eitt af því sem algerlega ógleymanlegt. Það er lyktin af eplunum þegar ábreiðurnar voru teknar af sleðanum. Ég var að halda því fram hérna daginn að það hefði verið meiri lykt af eplunum í gamla daga. Og þá var mér bara sagt að ég verið kvefaður og fyndi ekki lyktina. En mér minni þetta í minni að sko eplalyktin hafi verið miklu rosalega. Ég reyndar lesið lærðar ritgerður það að með því að þegar þú ítir undir aukna framlegð eplatrjána þá missur bæði bragð og ilm. Það þú þinnir þetta bara út. Já, ég held að það sé rétt. En svo náttúrulega voru epli svo fátíð að það náttúrulega lyktin skar sig úr. Já, það var bara þessi eini eplakassi yfir veturinn sem kom. Þannig að, já. Ég hef spurt hérna fólk hvernig mann finnst eftir sér. Ég að gera svona félagsfræðilega rannsókn. Ég veit einn sem myndi eftir sér að fæðast. Já. Enginn náð lengri það nema einhver var reyndar að tala að myndi eftir sér í móðukviði og bæri ennþá mörki þess. Að það veri óvelkomin í móðukviði. Já. Þannig það allt til. Það allt til. Þú getur ekki farið svona langt aftur? Nei, ég kemst nú ekkert mjög langt aftur. Ég man glöggt eftir mér. Ég þurfti að fara á sjúkrahús á Akureyri þegar ég var 30 ára. Vegna kviðslits. Og mann mjög greinilega eftir því. Ég held að það sé það fyrsta. Ferðin. Já, nei, allt svo það að liggja á stofu með fullt af ókunnugu fólki og einhverjum brjáluðum lækni sem kom og talaði mjög hressilega og hranalega við mann. Guðmundur Karl, yfirlæknir á Akureyri, hann var mjög svona hress í tali og þannig að þetta var auðvitað ákveð áfall og þess vegna mann var kannski eftir því. En þú, fjölskylda þín? Já, sko, ég er alin upp hjá móðursystur minni og manni hennar, bónda á Grímsstöðum. Þannig að ég til dæmis sem hefur eiginlega þá tengingu við samtíman að þegar Grímsstaðjörðin var seld Jim Ratcliffe, auðkýfingi frá Bretlandi, þá græddi ég ekkert á því. Því að ég var ekki... Þú var kjörbarn? Já. Hvað er það? Nei, ég var reynda bara fósturbarn. Fósturbarn? Kjörbarn hefði verið erfingi. Ég var ekki sem sagt lögerfingi. En að hverju varstu alveg upp hjá móðursystrinni? Já, sko móður mín var þá... Mamma var reyndar alveg upp hjá móðursystrinni. Já, ég held að þetta sé nefnilega svolítið algengt. Og sko móður mín var nýútskrifaður kennari og eignaðist mig með skólastjóranum vestur á Patreksfirði. Og þannig að ég var svona framhjáhaldsbarn, hann var giftur og átti börn og móður minn treysti sér ekki það var ekki svo auðvelt að fá barnapössun. Þannig hún ég held hún að verið veturinn eftir ég fæddist þá held ég hún hafi verið kennari vestur á Drangsnesi og þetta var það ráði að systir hennar sem hafði gifst bónda á Fjöllum 2 árum fyrr og þau voru barnlaus, þannig að þetta þótti upplægt að skella bara senda mig í sveitina. Er þetta hamingjuríkt í þinni sem þú horfir áttur? Eða upplifur að móðu þín hafi hafnað þér? Nei, ég ólst upp við það að líta á hana, ég vissi þetta alla tíð,
en ég leit á hana svona sem frænku. Þetta var svona, þar höfðu eiginlega hlutverkaskipti systurnar, og ég fann aldrei til neinnar ásökunar eða vanlíðunar vegna þessa. Þannig að ég var alinn upp hann í miklu ástríki og síðan eignuðustu börn, fjallahjónin, og ég var einn af krökkunum. Og ekki þannig að þegar uppeldismóðin var vond að þá ímyndaðum að hvað hinn móðurinn hefði verið góð. Nei, ég man aldrei eftir þeirri upplifun. En það er nefnilega mjög, ég held að það sé alltaf slæmt ef menn hafa þannig. Oft það þannig að börn svona velta fyrir sér að þetta svolítið flókið, náttúrulega að vera til og vera einstaklingur og inn í svona hópi að fólk velti fyrir sér hverju tengsl mínu við þetta fólk. Ég held að margir kannist þér svoleiðis hugsanir Jú, alveg rétt. Nei, þetta var ég var í rauninni alinn upp við mjög gott atlæti og leið í rauninni mjög vel sem barni þarna á Hjöllunum. En kanntu að segja mér frá móðinni sem að fæddi þig? Ég þekkti hana nú ekki mjög mikið, en hún bjó nú lengst af Akureyri, kenndi þar við barnaskólan, svona held ég lungan af sínu starfsferli. Og ég kynntist, hún var svona kom í heimsókn og ég kynntist henni, eins og ég var að segja, sem frænku. Og svo þegar ég seinna fór ég í menntaskólann Akureyri, þá bjó ég hjá henni tíma og hérna búið að reka voru heimavist, þá fekk ég skjól hjá henni. Eins og væri frænka þín? Eins og væri frænka mín, nákvæmlega. En blóðfæðin? Hann sá ég nú ekki. Hann fjórðungi, fjórðungurinn, bregður til föður og fjórðungi til móður, fjórðungi til fósturs. Fjórðungi bregður til fósturs. Finnst þér þetta gáfuleg setning? Finnst þér að vera fjórðungi þessi maður og fjórðungin frænka þín? Fjórðungurinn bara fósturforeldrar? Veistu, ég veit það ekki. Ég hef aldrei getað gert þetta almennilega upp fyrir mig. Faðir minn Kjartan Hjálmarsson, ég kynntist ég sá hann einu sinni, ég var 6 ára og kom hann við þarna á Grímsstöðum og gaf mér litabók. Svo hitti hann ekki fyrir ég var held ég 15 ára. Þá fór ég og var í staddur hérna í Reykjavík og frétti að hann ætti heima í Hafnarfirði, fann adressuna, seldi bara símaskrá og skrapp í heimsókn til hans, bankaði upp á og hann tók mig mjög vel. En ég náði aldrei að kynnast honum mikið. Það var bara of seint fyrir ykkur. Það var of seint, hins vegar náði hann því að hann dó nú bara á besta aldri, þá náði hann því samt að verða afi barnanna minna. Þannig að það var út af fyrir sig svolítið skemmtilegt Þetta var, Kjartan hann var nú kunnur, ég hafði nú stundum hlustað á hann í útvarpinu þegar ég var krakki, af því að hann var kvæðamaður, þekktur kvæðamaður og hvað rýmur af mikilli kunst og hans fjölskylda var öll í rýmna kvæðskap og vísna kultúr sem ég misti af í rauninni. Það slitnaði á þér? Já. En náði langt aftur í ættir hjá þeim? Já. Það tekur kynslóður að byggja þetta upp? Já, þetta var nú ég held að allavega röktu með þetta til Bóli Hjálmars. Bóli Hjálmars hann var langa við minn og sem ég vissi nú ekki svo sem fyrir en seintum síður og Kjartan og hans systkini sem voru í mikið rýmna fólk og þau röktu þennan áhuga á vísnagerð og kvæðamennsku til Bóli Hjálmars. Skildist mér. Var Bóli Hjálmar ekki svolítið róttækur svona? Hann náttúrulega sósíalisti? Já, hann var það, má segja. Ekki? Jú. Eftir því sem 19. aldar menn
Já, það nú svona kannski aðeins það ýmsar svona skýringar á hugmyndaströmmum. Ég sá að Hannes Hólmsteinn að gefa út bók þar sem heldur fram að Snorri Sturluson hafi verið frjálshyggjumæður. Já, sko, Hannes Hólmsteinn, hann lætur ekki dega sig. Gott hjá honum. Það verður geta gert þetta. En þannig að þú hefur fréttað seint að þú væri afkomandi í bólu. Já. Og þóttu vænt það þegar þú heyrðir það? Já, mér fannst það svolítið merkilegt, jú. Og svona fór að leggja mig eftir að lesa kvæðinans og svona mikil ósköp. En heimilið á Fjöllum, að þar er mikil einangrun og svo Ríkisútvarpið eina stofnunin, þannig að maður sér alveg fyrir sér eiginlega sko þennan glugga út í heiminn. Jú. Það sem að sko útvarpið var náttúrulega stórkostlegt á þessu leyti og ég þekki það bara minni æsku þar sem að maður kynntist í gegnum Ríkisútvarpið sem að maður hefði ekki kynnst annars. Og þú veist, við erum með þetta núna í vasanum sko, glugga út í heiminn sem alveg stórkostlur. En þegar maður ímyndar sér heim sem eiginlega ekki nema bækur og annað fólk, og þegar Ríkisútvarpið kemur þá það náttúrulega alveg stórkostlegt. Já. Og ég hef nú stundum sagt frá því að auðvitað fékk maður svo skrýtna mynd á vissum hlutum með því að hlusta útvarpið. Það var til dæmis eitt af því þegar ég kom flutti til Reykjavíkur löngu seinna, þá kannaðist ég við svona heiti á verslunum úr auglýsingalestri Ríkisútvarpsins. Liverpool. Og sérstaklega var mér, ef ég minnist þetta var þegar þulurinn las mjög ábúðamikill sko balli í kvenskór, Hvannbergsbræður. Sko, þannig að maður vissi að það voru eitthvað sem hét balli, kvenskór og Hvannbergsbræður. Þannig að það vissir þú ekkert hvað þetta þýddi sko. Nei. Vissi ekki hver merkingi var, þekktir orðin. Já. Og þetta eins og útvarpsleikrit til dæmis eins og margir á mínum aldrei hafa náttúrulega nefnt að þetta var alveg rosalega mikil upplifun að hlusta útvarpsleikrit. Til dæmis ég hugsa allir á mínum aldrei muni vel til dæmis framhaldsleikrit sem Flosi Ólafsson held ég hafi leikstýrt, Hulin og augu. Mjög drungalegt. Spennuleikrit. Já, maður fór sko. Svo var músík hérna, ég ætti fyrir mér að Ríkisútvarpið náttúrulega þjálfaði mann til þess að hlusta á bæði klassíska músík og jazz, sem ég ekki viss að svo þegar ég svona seinna á ævinni fæði áhuga þessu, þá finn ég alveg að eyrun á mér eru bara það búið að móta þau fyrir þessu. Já. Það er ekkert ólmstríðu fullt eða neitt sérstakt við þetta, ég get meðtekið þetta. Og maður þekkti ég man til þess eftir því að mamma og hún hélt mikið upp á Guðmund Jónsson en konan í næsta húsi Adda í Östurhúsinu hún var hrifnar af Einari Kristjánsinni og þetta var svona tekið pínt þá og þetta þetta var mót Djúran síns tíma já en auðvitað var sko mér finnst það eins og ég alveg sammála því sko sem þú segir sko þetta að maður fékk ákveðna mótun einmitt og þjálfunni að hlusta á tónlist og þetta skipti mér finnst það skipt mann mjög miklu máli. Ég líka að hugsa þegar sjónvarpið kom að þá voru sýndar sko BBC uppfærslur af Shakespeare og maður var eiginlega búinn að svona, því þetta svona svolítið að stíga inn í svona ákveðin sagnaheim en hann var orðinn manni einhver liti kunnur og það maður ekki skilið sko Shakespeare með barshjartanu sko þá þetta samt maður ratar orðið heiminn sko sem maður ég veit ekki hvort að Ríkisútvarpið nær þessu að þeir náðu þessu sömuleyti vegna þess að þetta var bara eitt í boði þannig að kannski þetta ekki sá ljóskistli inn í heim margra barna sem þetta var þá sko Nei Hins vegar er þessi hugsun eða þetta hlutverk að vera vettvangur þar sem allir geta notið, allir geta sótt eitthvað til Ég held og sérstaklega þeir sem ekki hafa kannski sem ekki haldið að fólki músík eða menningu eða bókmenntum eða hugsunum Þannig að ég sko það var náttúrulega sko það var
voru skipta skoðanir alla tíð á því til dæmis á tónlistinni og mörgum fannst þetta vera þetta symfóníugargið eins og var orðað óþolandi og allt það og ég veit að ég man til dæmis þetta mjög skemmtilegu spjalli í kaffistofu útvarsins niður á Skúlagötu þar sem Guðmundur Jónsson og Árni Kristjánsson sem var tónlistarstjóri þar sem þeir voru að ræða það var einhver ný hljómsveit sem svona ég man ekki hvort það var sko Swinglesingers eða einhverju sem trölluðu Bach og Árna fannst þetta vera algjörlega óþolandi en Guðmundur var svona að reyna að bera í bætilega og segja já en þetta nú elsku vinur þetta nú hérna sko, þetta sandbakk þetta gott fyrir börnin þau læra kannski svolítið að hlusta á klassíska tónlist með þessu þá sagði setti Árni á sig mikinn snúð og sagði ég hef aldrei vitað til þess að menn eruðu víns þekkjar á því að sulla í kók og þar með var þetta afgreitt Var ekki spilað þá? Það var ekki spilað? Jú, þetta var enda spilað en það var náttúrulega svo mikil sterk forsjárhyggjan hjá útvarpinu og starfsmönnum þess að það var verið að banna ákveðin lög og meiri sé að ég man eftir þegar við upplifa það að vera að taka til tónlist í morgunútvarp og þá var búið að lagi sem ég ætla að spila það var rispað það var rispað það hefur reynilega verið rispað með svona settir svona krossar með vasanhíf þannig ekki verið hægt að spila það En þessi heimur þarna sem þú elst upp í sem ég segi náttúrulega bara fyrir mér sem myrkan heim og svo bara eitt ljóskísli sem kemur út útvarpinu, það var náttúrulega ekki þannig en ég er ekki alveg fyrir þess aðstæð getur lýst þessu, hvers konar samfélag þetta var? Sko þetta ég var að skoða ég læriði að skrifa dagbóka bónda á næsta bæ sem skrifaði aðalega veðrið og ég tók það upp eftir honum þannig þetta er einhverja leiðinlegustu dagbækur sem ég nokkuð tíman komist í mínar eigin bækur en ég sá á þessum bókum að þó að þetta hafi verið þarna voru þarna í Fjallarhreppi sem þá hét þá voru líklega 5-7 heimili og býsna mikið félagslíf sérstaklega síðan þegar var tengt við Möðrudal því að Möðrudalur tilheyrir sko Austurlandi og Múlasýslu en þetta var svona félagsleg eining og þetta kallað Möðrudalur Efrafjalli frá vori til haus en það er ekki samgöngur á milli við veturinn Sko jú, það gekk póstur þarna á milli og menn fóru jafnvel á skíðum og það væri 30-40 kilometra leið þannig að þarna voru til dæmis haldin þorrablót og menn jafnvel sett upp smá leikrit og þannig að það var ungmennafélag starfandi og sem hélt eitt ball á ári í gömlum herbraka og fór í ferðalag peningarnir fyrir skemmtunina voru notað til að leigja rútu og fara eitthvað í ferðalag þannig að þarna var býsna mikið félagslíf og auðvitað maður fann ekki fyrir einangur maður áttaði þess ekki á því þarna var farkennari ég var nú svo heppinn að hafa mjög góðan kennara Snæbjörn Pétursson frá Reynihlíð í Mývatnssveit sem var mjög hann var lærður garðyrkjumaður það var ekki hans svona formlega menntun og ég var svo heppinn að hann var maður sem var mjög gaggríninn bara svona yfirleitt og var alltaf að setja svona spurningamerki við ég maður til dæmis setja því að tímar hjá honum í bæði Íslandssögu og biblíusögum voru óskaplega skemmtilegir þar sem hann var að koma alltaf með einhvern punkt að þetta getur ekki að verið svona, nei, þetta hefur ekki verið svona, þið sjáu það að þetta er bara tómt rugl og þetta var mjög gaman. En síðan má segja að þegar ég er eitthvað 12-13 ára þá hrínur þetta samfélag alltaf. Það flytja í burtu barnmargar fjölskyldur. Bæði úr Möðrudal og þarna neðri í fjöllum sem köllu voru.
og þá eiginlega síðan hefur þessu hnignað jafnt og þétt. En 7 fjölskyldur og ég meina þá voru stóri systkinahópar, þannig að það hefur getað verið bara 50 börn eða eitthvað. Ef maður telur börn bara frá ungviðu upp í 15-16 ára eða fram með fermingu. Já, það voru kannski ekki svo mörg, en það var býsna hópur, já, það er alveg rétt. Þannig að þetta var ekki deyfðar og eymdar líf, alls ekki. Og kaupfélagið náttúrulega sáum þar sem... Allt sem að fólk þurfti? Já. Meira að byggði kaupfélagið á Kópaskeri, það byggði svona skúrbyggingu á Grímsstöðum, þegar ég var eitthvað 8 ára, og þar gat maður keypt Prins Polo, talsveit fram á vetur meðan það endist. En á hverju lifir fólk þarna upp á fjöllum þar sem að vorar seint og haustar snemma? Og sumrið er bara... Stutt. Já, það rétt lítur við. Sko, þarna lifðu menn af fjárbúskap, sauðfjárbúskap, eingöngu. Og þarna... Og létu féð éta, búa til eyðimörk. Já, það má segja það. Það var náttúrulega, þarna hefur verið byggð, ég hef þá nú eftir syni mínu sem er fornleifafræðingur og fann þarna eldstæði frá því 950 þarna á fjöllunum. Þarna hefur verið byggð óslitið allar götur og ástæðan er, held ég, að þarna er góð vetrarbeit, þarna er kalt og kalt og þurrt. Og úrkoman í rauninni miklu minni heldur en sunnan til á landinu. Ég held að ársúrkoman á Grímsstöðum sé ekki nema 1/10 af því sem er í Mýrdal. Skíin eru búin að sturt úr sér þarna sikkuðu megin. Já. Þegar þeirra hækkar. Og þannig og gamla hefðin var svo að standa yfir fé, að beita fé, meira og minna allan veturinn. Það er ný uppfinning að halda fé inn í húsi. Já. Það er að byrja það er að byrja bara svona þegar ég er svona kannski 10 ára eitthvað, 160. Þá fara menn þá höfðu menn lesið það einhvers staðar að það væri gott að til dæmis að gefa ánum fóðurbæti, gera vel við ætnar á fengitíma. Þannig að það voru jól hjá rollunum og til þess að fá 2 lömb eða auka líkur á því. Og þannig að þá vorum við fannar að þá kemur inn þessi hugsun að auka afurðirnar. Og ekki síst kjötið, Kjötið. Það er ekki sniðugt að rækta ull að vera með féð í húsi, Nei. Það besta ullin er það sem er kalt og það er reyndar helst rækt, Þarna var verðfall á ull. Eftir upp á þessu. Kemur fram á 20. öldina. Þannig að þetta var fyrsta og í lengöngu sauðfjárbúskapur. En á hverju lifðu þið? Hvað borðaðu? Þú afsakar að þú ert bara maður úr forneskjunni, ég spyr bara eins og nútíma maður sem hittir neðantilsmann og spyr hvað er í matinu? Hann líka að ég segi hrísgrjónagraut einhvern graut á grautar vorum við gengdu stóru hlutverki það var nú náttúrulega mjólk og það voru kýr til heimilis en það var líka saltfiskur gengdi miklu hlutverki það var þetta að flytja hann á haustin á bíl frá Kópaskeri og þannig var það kallað trós. Mér skilst að það sé svona afgangsfiskur sem var seldur til sveita, það verður kallað trós. Já, ég veit það með kvöldlega þetta nú ekki, en maður saltfiskinn, og svo auðvitað, kjöt af fullorðnum ám, fullorðnum skepnum, lambakjöt. Sem er betra, Sem er miklu betra kjöt, bragð meira og betra. Þannig að það var auðvitað, en það var engin ískapur eða fristi, þannig að þetta var menn borðuðu bara svona nýmeti á haustinn og svo var kannski slátrað einni skepnu fyrir jól og svo kannski annari svona fyrir páska eða eitthvað slíkt. Þannig að það var saltkjöt fyrst og fremst, kjötmeti og náttúrulega það sem við töldum vera heimsfrægt hangkjöt, hórsveitla hangkjöt. Það er ennþá látið sem að svo sé. Já, sem er nú orðið. Villibráð.
villibráð var mennskuturjúpur fyrir jólin og það var nú ekki mikill veiðiskapur sko. Ekki gæsir þarna? Sko það eru ekki, sérstaklega núna seinni árin. Ekki svo mikið? Nei, það var ekki svo mikið af þeim þegar ég var krakki. Það talaði að þeim fjölgar eftir því sem meiri sko ræktarland. Því að það heyrði ég eitthvað stað sagt. Já, sko, en svo var skiptum. Meiri sem túnir eru, því stærri verður gæsastofnin. Já, en svo gerðist það þarna að heiðargæsin sko tók yfir, ruddi grágæsinni burtu niður í lágsveitir og tók yfir einhvern tímann upp á 1970. Það til held ég heimildinu það að heiðargæs hafi sést á Jökuldal í fyrsta skipti held ég 1972. Og síðan hefur hún vaxið alveg viðstöðulaust og hún er mjög fjölgæsuð á þessu svæði núna. En Íslendingar komast aldrei upp á lag með að sækja þær og vangstífa þær og reka þær heima bæ og rækta þær til þess að geta slátrað jólin og haft sem jólastikk? Nei, sko, hann reyndar talið að menn hafi sko drepið þar þegar voru í sárum yfir sumartíman svo upp í Þjórsárverum og slíkum stöðum. Sögur af því að sem var bara saltaði tunnur Já, og en auðvitað var þetta er erfið sko, það er ekki eru engin kvikindi þarna yfir vetramánuðina nema hrafn og snjótullingar. Nei, þeir eru ekki góðir í mat. Og þeir eru ekki góðir í mat. En ég spyrði eins og þú sért aftan úr grári forneskju, finnst þér það að svona þær aðstæður sem að þú ólst upp við séu svolítið svona, þetta er ekki til lengur? Nei, sko. Þessi einangrun er ekki til lengur. Fólk myndi borga sko fúlgur fjár fyrir að fá að kynnast henni. Já. Já, sko, mér finnst ég vera mörgu leyti sko mjög nálagt fólki sem fætt sko aldamóti 1900. Ég til dæmis þegar ég kynntist tengdaföður mínu Kristjáni Friðrikssyni í Úlftímu sem alin upp í næstu sveit, þar segir Núpasveit norður í Þingeyjarsýslu. Að mörgu leyti var ég sko miklu nær honum heldur en dóttur hans sem ég giftist vegna sko því að hann vantar í því kynslóð. Já og þannig að auðvitað já, ég get alveg sagt heiklust sko, ég man tíman að tvenna. En hvað er það? Er það líður tíminn hægar eða hvað er það sem að sko það náttúrulega sem nú kannski sem er að ræða núna með svolítið öðrum formerkjum, þar að segja neysluna að við borðuðum þetta var frekar fábreyttur matur og það var lítið af dóti það var lítið af fötum þar að segja, menn áttu menn prjónuðu góðar flíkur og allt það en þessi ofugnótt sem við þekkjum í dag hún var náttúrulega ekki til staðar og ég held að þetta hafi kannski verið sko þetta neyslustig þessi litla neysla á aðkeyptu dóti þessi litla notkun peninga til þess að kaupa varning ég held að það hafi skipt mjög miklu máli í þeim að bera saman En hefur það fyllt það er til stundu sagt fólk sem elst upp í fátækt að maður getur séð það á ískapnum hjá þeim að því hann er alltaf fullur að því fólk svo hrætt að lendi í þessu aftur en ef þú elst upp í svona nægjusemi hefur það fyllt Ég held það, já sko, Þú er ekki mistið í kringlunni? Nei ekki alvarlega en auðvitað er maður náttúrulega leiksoppur sinnar menningar sín samtíma mikil ósköp en það er einmitt sko, ég leit aldrei þannig á að ég hefði alist upp við fátækt en þetta var nægjusemi Fábreytileika Já, fábreytileika frekar orðið En svona menningarlegur var þetta menningarlíf? Sko menningarlífið var nú kannski ekki, það var reyndar sko þetta, það var lestrarfélag sem hafði verið stofnað 1914 á fjöllunum, lestrarfélagið Fjallasmári og þannig að þarna voru og lestrarfélagið keypti bækur fyrir jólin
og þessar bækur gengu á milli bæjana og voru reyndar geymdar hjá mér. Það var bókaskáp Lestrarfélagsins. Það var reyndar sko músíklífið var nú kannski fyrst og fremst í kringum kirkjuna. Sko mamma var organisti og spilaði í kirkjum á Víðirhóli sem var kirkjustaður Fjöllunga og svo í Möðrudal og þetta og það voru kóræfingar heima í stofu og þar var orgel og þetta setti mjög svona mjög ákveðin svipað mitt uppeldi. Þannig ég hef alltaf verið það er mjög sem sagt stutt í aðdánum mínum og áhuga á kirkjutónlist. Þannig að eitt af því skemmtilegasta sem ég hef gert hér eftir ég flutti til Reykjavíkur, það var að syngja í mótettakór Hallgrímskirkju og kynnast því starfi, kirkjustarfinu. Þannig að en menningarlíf sko að það svona mér voru að reyna að setja upp kannski smá leikrita búta, þetta var ekki hægt að tala um leikfélag eða neitt starfsemi þannig. En pólitík? Já, pólitíkin, hún var líka mjög einföld. Sko, þannig var að þetta voru framsóknarmenn, það voru allir framsóknarmenn. Stóðu með sauðkindinni? Og stóðu með sauðkindinni og kaupfélaginu. Þar að segja, það var bara mjög einfalt. Eini maðurinn sem var ekki alveg sammála, sem var pínlítið á skjön, það var eini íhaldsmaðurinn, sjálfstæðismaðurinn í hreppnum. Og ég áttaði mig á því seinna að hans gagnrýni og hans svona háttur á að gagnrýna hlutina að þegar ég kynntist kommunistum á mölinni löngu seinna, það myndi mig mjög á þennan sjálfstæðismann af því að þessi sjálfstæðismaður hann til dæmis skammaði sko kaupfélagsstjórann. Ég man þegar það var nú hlerað alltaf síminn allavega og ég varð vitni að því þegar þessi ágæti maður Víkingur Guðmundsson á Grundarhóli, þegar hann var að tala við kaupfélagsstjórann á Kópaskeri og hund skammaðan. Ég man reyndar ekkert fyrir hvað, en ég bara man eftir því. Mér fannst svo merkilegt að heyra fullorðinn mann skamma annan fullorðinn mann. Og ögra valdinu. Ögra valdinu. Aðdánavert. Eða hvað? Mér fannst þetta mjög aðdánavert. Þannig að þetta voru sem sagt þetta var svona framsóknarbæli algjört og þetta menn voru þarna mjög trúir sínu kaupfélagi. Sem þeir áttu? Já. Og upplifðu það að þetta verið þeirra kaupfélag? Já. Alveg hreint. Það hefur kannski verið að fjara undan því kannski þeirri hugsun hérna upp úr þessu? Já. Þegar kommissararnir í sambandinu fóru að stýra kaupfélagunum og þeir sem áttu kaupfélagin fannst eins og þeir hefðu ekkert með þau að gera, þróan þeirra? Já, það er alveg rétt. En þarna áður þá var þetta, þá var kaupfélagið, það má segja að í sveitum landsins þá var það náttúrulega ríki sem sá ýmsa hluti, kannski sérstaklega skólahald og þess aftar eða fylgdist allavega með því, en kaupfélögin sáu sko það var ekki bara vöruverslun eða verslun á varningi og kaupfélagi keypti afurðirnar, það var rak sláturhús sem núna eru sko að vandraðast með alltaf að fækka sláturhúsunum. Þetta var sérstakur ánægju tími fyrir ungt fólk að geta hist það að vinna á sláturhúsinu og kynst hinnum unglingunum. Nú hefur verið að keyra fé held ég bara fleiri 100 kílómetra. Já. Það setja stundum á vegunum á haustin. Já. Tveggja hæða það sem féðar á tveimur hæðum. Já. Og jarmar á leiðinni í sláturhúsið. Já. Jarmandi farmar. Mikil ósköp. Eitt sem ég spurt alla sem hafa komið hingað þegar þú varst að alast upp, upplifur þig velkomin og elskaðan? Já, ég get svarað því alveg hygglust játandi. Já. Viltu segja mér frá fósturmóðinni? Sko, hún var líklega það sem myndi kallast svona barnakelling. Sko, hún sjálf átti hún 2 börn síðan, en hún var seinni kona pappa, þannig að
var ekkjumaður og þannig þegar hún kom inn í fjölskylduna þá tók hún við svolítið uppeldi tveggja fósturbarna og síðan bætt hún við, þannig að með mér þá voru við orðin 5, svo bætt hún við einum dreng til viðbótar, bróður sínum sem var mjög barnmörg fjölskylda í Keldukverfi og þannig að hún lagði mikið upp úr þessu, þar sem móður uppeldishlutverki var mjög ríkjandi í hennar lífi og en auðvitað stóð sér vel í því? Já, stóð sér bara nokkuð vel í því held ég og þannig að þetta var mjög svona kærleiksríkt samband við hana. En fósturfaðirinn? Fósturfaðir minn, hann var svona þessi dæmigerði, hann var líklega hefði það sem hann kallaði í dag sko þöglatíman. Hann var fæddur uppalinn á Grímsstöðum og hafði í rauninni hvað var að segja, hann hafði þurft að berjast við þessa náttúru þarna alla sína tíð. Hann var stór og stæðilegur og var mikill garpur, ferðagarpur. Hins vegar þegar hann var komin á efri ár þá fann maður hvernig hann hneigðist í átt að veðurhræðslu. Þar að segja að þá kannski af reynslu sinni af illviðrum og sérstaklega ferðalögum þá var hann mjög passasamur. Ég man eftir því að hann var mjög áhyggjufullur yfir því að menn væri að þvælast að óþörfu í vondri færð og jafnvel þó maður væri á bílum, þá voru konur í bílum í Klósköp. Þannig að hann var þessi varkári og ábyrgðarfulli maður sem var yfirleitt ekki með neitt sko hopp og hí sko en strangur ekki kannski beinlíni sko en ég og eða börnin og kannski allir í kring báru ákveðna virðingu fyrir hann það sem hann sagði það svona menn fóru yfirleitt eftir því. Hérna, ég var áðan hérna með fjórðungana. Hvað fyrstur þú hérna að hafa frá honum? Já, ég veit það ekki. Nú er ég að nálgast þann aldur sko að það er ýmislegt sem kemur upp í manni eins og ákveðin kannski varkárni getur við sagt. Þó ég reynda miklu meiri glanni heldur en hann var nokkuð tíman og ég sko Allir stendur maður sig að því að hljóma eins og foreldrar manns? Já ég samt sé það nú ekki svona ég sé þetta miklu skýrar til dæmis hjá uppeldisbróður mínum sem er 5 árum yngri þá sé, þegar ég hitti hann þá sé ég þetta mjög skýrt að hann er að verða eins og pabbi en ég held að ég sé það nú ekki Herðu, hérna í á þessu stað og þá hérna, hvað ætlaði maður að sé svona, allavega þegar maður er 12 ára þá fer maður að hugsa, þú veist, að einhvern tíma verði ég fullorðinn og hvað verður úr mér hvað hugsaði þú þegar þú varst svona 12 ára svona fermingaraldur hvað ætlaði? Já, sko, þá fór ég að hugsa það og nefndur fósturfaðir minn, pabbi hann tók mig á eintal þegar ég var rétt fermingu ég held, og sagði við mig að hann liti þannig á að ég yrði ekki bóndi þarna hann segist ekki að halda að ég hefði neitt sérstakann áhuga á því Hafður engan áhuga á því? Ekki sérstakann sko Ég sé fyrir mig að þú lýstir hún sem svona stórum og stæðulugum og þú nú frekar svona lágvaxinn og Jú, bara Ég sé fyrir mér stóra mannin segja að hérna, Ævar minn, þú ættir nú kannski að snúa þér að bókinni. Já, það var eiginlega það sem hann var að segja, sko.
að hann sagði, þið gengur vel í skóla og þú skal bara fara í nám og ég hérna með svolítinn sjóð sem ég hef safnað saman sem faðir þinn, Kjartan, hefur meðlag sem hann hefur greitt með þér alla tíð og þessi sjóður getur verið þinn varasjóður í langskólanámi og þannig að þetta var eiginlega gert upp svona í þessu samtali og línan lögð og þannig að sumarið sem ég femdist þá fór ég að byrjaði ég þetta ferli að vinna fyrir mér á sumrin og fara í burtu í skóla á veturna og vinna fyrir þér þá á bænum eða? Nei, að vinna launavinnu sko, ég var að vinna í Mývatnssveit. Þannig fluttir að heima það má eiginlega segja það sko. Já, ég kom svona voru haust og jólum en það má segja maður ég hafi farið að lifa svo. Mælurðu með þessu að fermingarbörnin flytja heimann? Já. Það er sjálfstöð? Nei, ég mæli nú ekkert með því sko. Ég hefði nú saknað minna barna ef þau hefðu farið burtu svo snemma en hins vegar sko þetta merkilega fyrirbæri sem eru þessir heimavistarskólar það gat þetta brugðið til beggja vona hvernig það legðist í fólk að vera fjarri fjölskyldur sinni mánuðum saman. Ég fór í Laugaskóla í Reykjadal og þar var maður bara og það var einu svo lítill munur upp á svona samgöngur maður fór heim í jólafrí það sé ekki nema 100 kilometrar það fór ég heim í jólafrí og yfirlega komst maður ekki í páskafrí vegna ófæriðar þetta voru þessi ár þarna miðjan 7. áratuginn þetta voru snjóþungir vetur og þannig að þessi litli hópur eða eitthvað 120-40 manna hópur sem var í skólanum var bara svona myndaði svona sinn eigin heim og þannig að það voru ekki mikil viðbrigði hvað það snertir en þetta var auðvitað úðalega gaman að fara í skóla og hitta bara svona jafnaldra sína og veistu því vel? Já í rauninni sko, mér leið bara mjög naut minn í þessu ágætlega sko. Svo fórstu í menntaskólan á Akureyri ekki? Jú, svo var það bara næsta svona skref sko og þar aftur fann ég svona alltið þar svona upplifði ég svolítið svona leiða, ekki kannski beint námsleiða en mér fannst þetta menntaskólanám vera bara frekar svona ómerkilegt bæta litlu við og hljóp í mér svona dálítil óeirð og ég vildi fara að komast eitthvað lengra í burtu og endaði með því að þegar ég var þar á öðrum vetri þá ákveði ég að sækjum að verða skiptinum á vegum þjóðkirkjunnar og sóttum það að fá að fara til Brasilíu. Ég hafði lesið Brasilíu farana sem barn og fannst það eitthvað spennandi og þetta var það veruleika. Árið sem ég var 18 ára, hefði átt að vera í 5. bekk eða 3. bekk þarna, þá var ég í Brasilíu. Dvaldi þar 1 ár. 1 ár? Já. Og hvar í Brasilíu? Syðst í Brasilíu, í Rio Grande do Sul, sem syðsta ríkið í Brasilíu, eða fylkið. Alveg söðurundir liggur að Úrugvæ og Paragvæ og Argentínu reyndar á parti. Sem ekki svona gróðrast því að sósíalismans í Brasilíu. Nei. Það sem norður hlutin meira. Já, sko þetta... Það var mjög sterkur sósíalismi í Brasilíu. Já, þetta var sko... Ég held að þetta sé talið vera svona til íhaldssamari hluta eða? Já, þetta mikið þýskirinnflytjendur. Þetta voru mikið Evrópubúar. Og ég var enda mjög óhress með það. Mér fannst ég ekki kynnast eiginlegum Brasilíumönnum þarna. Þarna var fólki sem ég bjó hjá það talaði þýsku við hundin sinn og svona hélt allt fram þýskum gildum
Það var ekki vannvirðingu sem við töluðum þýsku við hundin. Það var ekki vannvirðingu. Nei, það var ekki vannvirðingu. Nei, það var virðingu. Nei, það var virðingu. Já, þannig að, en ég... Þú elst upp í einangrun á fjöllum, síðan í heimavistarskólum og svo þú komið til Brasilíu. Hafðirðu komið til Reykjavíkur? Ég hafði komið til Reykjavíkur held ég einu sinni þessar, en aldrei til útlanda. Það er náttúrulega engin munur á Akureyri og Reykjavík í samanburði við Reykjavík og Brasilíu. Nei, þannig að það hefði ekkert verið neitt undirbúningur að fara til Brasilíu og koma til Reykjavíkur. Nei, í rauninni ekki. Þannig að þetta voru þetta talsverð umskipti, en það merkilega við svona umskipti á úlingsárum að maður finnur svo lítið fyrir þessu. Maður er svo opinn fyrir nýrri lífsreynslu að maður eiginlega bara alveg galopinn. Maður er fordómalaus og maður veit ekkert í sinn haus í rauninni. Hvaða ár er þetta? Þetta er 68. 1968 til 69 og ég upplifði það þarna sko, það varð mann auðvitað erfitt og býsna þungbært að sjá misrétti, sjá fátækt með eigin augum sem maður hefði heyrt talað í Ríkisútvarpinu en maður hafði aldrei séð en ég naut þess og áttaði mig á því þegar við hittumst krakkarnir sem vorum senda þarna, það voru 5 Amerikanar og 5 Evrópubúar við hittumst á miðju ári og þá og svona bárum saman bækur okkar og með einhvern fulltrúa frá alþjóðasamtökum skiptinema þessar kristilegu og það var svolítið merkileg upplifun að þegar við fórum að tala saman og maður fór að tala þörfina á sósíalisma einhvers slags jöfnuði þá var bara gert svona suss og við fluttum fundarstaðinn þá var herforingjastjórn í Brasilíu og ekki talið þorandi að vera að tala svona opinskátt pólitík en ég var svo heppinn að séra Jón Bjarman heitinn, hann var æskulýðsfulltrúi þjóðkirkjunnar á þessum tíma seinna fangelsisprestur meðal hans seinna fangelsisprestur og merkur maður og mjög meðvitaður réttindi fólks og samanber það kæru hans á hendur lögreglu vegna yfirheyrslu í Geirfinnsmálum hann sagði við mig strax ég veit ekkert Suður-Ameríku ég ætla ekki að segja það neitt vegna þess að ef ég fer að segja þér eitthvað einhverja sýn á Suður-Ameríku sem svona tíðkast í vestrænum miðlum þá er ég örugglega bara að ljúga þér og þetta kom sér svo vel að mér gekk svo miklu betur að setja mig inn í hlutina heldur en Ameríkanunum til dæmis Ameríkanarnir, þessi krakka frá Ameríku það hefði verið pundað í þau hefði verið á löngum undirbúningsnámskeiðum og eins og þau sögðu sjálf og svo bara logið að okkur fullum fettum og okkur var bara sagt að Ameríkanar væru þarna að gera góða hluti og stunda allskins þróunarstarf og þetta er allt saman líf Ameríkanar eru bara að arðræna þetta svæði og þannig að þetta varð mér svona pólitísk vakning að bæði að upplifa beinlínis misjöfn kjör fólks og svo þetta hvernig Ameríkanar höfðu bara haft Suður-Ameríku svona í bakgarðinu hjá sér og helst ekkert verið að segja mikið frá maður vissi og varið hagsmunni stórfyrirtækja númer 1 sem voru arðræna landið á kostnað íbúana alveg Varstu sósíalisti í Brasilíu eða varstu orðin það áður? Ég var það í Brasilíu Það sagtu Brasilíu, ég hef ekki komið að það sé eiginlega að maður verði meira var við ójöfnu þar menn líkaði kannski bara við Suður Afríku þetta sé eiginlega það sé bara óbærilegt hól fyrir mismunun í Brasilíu ég veit ekki hvað það var orðið þar en þannig lýsa menn Brasilíu svona síðar árum það hefur náttúrulega Brasilíu hefur þróast mjög hratt þar að segja fjölga geysileg fólksfjölgun ég held að það ekki verið með 90 milljónir þegar ég var þarna en komið núna held ég hátt í 200 það eru í Brasilíu þá er nú alltaf stór hluti þjóðurinnar af afrískum ættum og sérstaklega í norðaustur hér Brasilíu þar
þar eru fólk ætta frá Afríku í stórum stíl. Og það líka þarna náttúrulega indjánaflokkar og mér fannst reyndar þegar ég var þarna að þessi blöndun sko rasa og hægt að tala það og reyndar hefur aldrei enga trú á því hugtæki reyndar að það hafi gengið vel í Brasilíu. Það virtist minnstu kosti vera og það var svo mynd sem þeir vildu gjarna líka halda að manni. Hins vegar hefur nú það komið í ljós að það var nú dálítið gilt mynd sko. Já, manni finnst það, þú veist að brasilíska landsliðið blandað en svo þegar þú sér mynda ríkisstjórninni þá var nú það ekki sko. Já, nákvæmlega. Og þessi þetta er svo rosalega ég meina við erum að tala stundum að sé erfitt að mynda stjórn hér og erfitt að standa í pólitíkinni sko, en þetta er náttúrulega bara hlægileg vandamál miðað við svona fjölmenn ríki sem eru svona misþróuð. Það eftir svæðum. Já, eftir svæðum. Og þannig að stéttaskipting það hefur sko ekki dregið úr henni frekar hitt. Og þessi Lula, núverandi forseti, hann er svolítið svona Gvendur Jaki og slottin út úr verkalýðshreyfingunni og var fóringi í árangursríkum verkföllum og þessuna hafðist hann upp til valda. En kannski orðin eitthvað svona, hann að reyna að ná einhverju svona málamiðlun yfir svolítið svona stórt svið, stundum ég erfitt að átta mig á honum sko. Já. Hvernig maður myndi staðsetja hann eiginlega í dag sko? Ég fór til Brasilíu á fundu Alkirkjuráðsins eða hvað það kallað fyrir einum 10-15 árum síðan og þá var það, og þá mætti Lula, þá var hann forseti í fyrraskiptið, þá mætti hann og ávarpaði samkunduna og fyrir utan ráðstefnusalinn þá voru mótmæli mjög hávær með alls konar trommum og fínir í og þetta barst inn og ég man eftir því hvað mér fannst það svona dálítið flott hjá honum. Hann sagði, byrjaði ræðan á því svo hafa alveg hljóð, heyriði trommunar, heyriði lætina núti. Þetta er einhver dásamlegasta tónlist sem ég hef heyrt. Þetta sýnir ykkur að við búum við tjáningafrelsi hér í Brasilíu. Ekki allir ég sem forseti að fara að segja herrlögregluna þetta fólk, ekki nú aldeilis. Mér fannst þetta svo merkilegt vegna þess að þegar ég hafði verið þarna sem úlingur þá hefði ekki nokkur maður þorað að vera með mótmálaspjöld eða eitthvað slíkt út á götu. Mér var meira sagt að ég skildi raka mig mér sem var þá þegar skeggjaður. Það var bara hættulegt að líta út eins og vinstri maður. Já. Og það var þannig náttúrulega í mörgum ríkjum Suður-Ameríku að vinstri var bara drepið. Já. Það var bara þannig. Já. Og hægri menn haldaði stundu fram að unnið hugmyndabarátuna. Það var bara ekki rétt, þeir bara drápu vinstri mennina. Það var miklu einfaldari leið. Já, það var alveg klárt sko og auðvitað fylltist maður svona ákveðnu svona byltingarmóð við að kynnast þessu ástandi á sínum tíma og ég man að ég var mikið að hugsa um það að ganga bara þarna svona í skæruliðasveitir sem ég vissi, það voru svona skæruliðahópar, svona borgarskæruliðar sem voru, þetta reyndar sko bara árið eftir að Che Guevara eða drepinn og ég man alltaf eftir því að ungur læknir sem ég kynntist lítilega, hann og var í þessum sveitum eða í tengslum við þar, hann sagði mér, látt ekki svona maður, farðu heim til Íslands og lærði eitthvað viti og hvað getur að komið aftur það vilt en ekki láta þessa fastættu að skjóta þig hérna núna 18 ára gamlan út í bláin og þannig að maður og hann réði mér heilt held ég og þú hefur frekar kosið það líf sem þú fékkst heldur en að vera skotin af einhverju fasistum í Brasilíu. Já, mikil óskap
En þetta var svona hugmynd, þannig að... Þetta mikil alvara og mann stundum maður er innflytjendur hér frá Suður Ameríku. Alltaf gaman að tala pólitík við þá, af því að pólitíkin þessi barátta, stéttabaráttan og stundum tengist að baráttu frumbyggja eða fólk á afrískum uppruna. Þetta oft svo nátengt bara fjölskyldusögu fólks. Það svo mikil alvara í pólitíkinni. Að það getur verið svona endurnærandi að tala pólitík við fólk á Suður Ameríku. Og svo náttúrulega stutt í... Við lifum í svo miklu svona einhverju sultu einhverju. Já, svo náttúrulega stutt í líka, þegar maður er að tala um Suður Ameríku fólk, það er svo stutt í einhverja ákveðna tegund af léttleika. Já. Þeir eru káttir að reyfir, Það er svo Lula benti á að það var góð músíkin í mótmælunum. Nákvæmlega. En svo líka náttúrulega að því ég var þarna á vegum, var nú þarna reyndar á vegum útvarsins og kirkjunar einhver leyti líka, þá hafði ég verið svolítið að stúdera svo kallaða frelsunarguðfræði. Þegar ég var í guðfræði námi hér á miðjum aldri. Já, sem var seinna. Seinna. Átti það rætur í Brasilíu förinni? Já, sennilega. En þessi, frelsunarguðfræðin var mjög merkilegt fyrirbæri og sýnir manni að er hún á lífi? Er hún sögulegt fyrirbrigði sem fjara út? Svona í þeim skilningi sem að gat notað á þetta fyrir aldamót. Hún er svona, ég held hún sé ekki tískulengur. En þó á ég nú kannski ekki að vera fullyrða það. En það sem var merkilegt að þegar ástandið þjóðfélagi er niðurnjörvað í hagsmunastreitu og beinlínis náttúrulega ofbeldisfull stjórnvöld, þá getur það gerst eins og gerðist í Suður Ameríku og gerðist kannski einhver leyti í Suður Afríku líka, að það myndast farvegir. Þetta er svona eins og þegar á er að ryðja sig á vorin, þá kannski breytir hún allt í einu farveg og finnur einhverja lænu, einhvern farveg til þess að hleypa þrýstingnum af lóninu sem er að myndast. Og þannig var það með kirkjuna í Brasilíu. Andstæðin við stjórnvöld fundur sem farveg þar. Já. Og þetta var auðvitað fyrst og fremst, þetta er ramkaþólskt. Og ég var hins vegar þarna sem skipti nefni hjá lúterskri fjölskyldu og þegar og það var svolítið merkilegt að lúterannar og mótmælendur yfirleitt, þeir áttu svolítið í erfiðleikum með samskiptin við kaþólikkana í kringum þessa frelsunarguðfræði. Og það liggur auðvitað dálítið hreinlega í kenningu Páls og Ágústínusar og Lúthers allt svo þar sem þeir kölluðu réttlæting af trú. Það er að segja þessari hugmyndum að Guð, að frelsun mannsins kæmi utanfrá. Náðin er Guðs. Ekki halda að þú getur unnið inn fyrir henni, hún er bara náð og verður þakklátur. Já, en kaþólikkarnir hafa aldrei verið alveg sannfærðir þetta. Þannig að þeir voru, þó að þeir sé náttúrulega, það sem hann dettur fyrst í með kaþólika, þá er það stofnanaveldið, páadómurinn og allt það. En það leynist þarna smá byltingarkjarni. Það er að segja bara í hugmyndinni að þú getur unnið þér inn og þú átt að hjálpa samborgunum þínu. Það er að segja siðferðilega hliðin. Og það verða meðreiðarsveit Guðs í sköpunarverkinu. Já. Sköpun Guðs getur verið átt sér farvegi gegnum þig, eða eitthvað svoleiðis. Já, og þetta reyndar, ég held nú reyndar að til dæmis lúteranar í Brasilíu sem maður hitti síðan seinna, þeir hafa verið að reyna að tengja sig við frelsunarguðfræðina með því að segja einmitt þetta eins og þú orðar það, að þetta með að vera meðreiðarsveit Guðs í sköpunarverkinu og frelsunarferlinu. Þannig að þarna
sko þarna alveg rosalega mikilvægur held ég punktur í hugsun sko okkar nútímamannsins þegar kemur að því hvernig við upplifum hlutverk okkar í því að hafa áhrif á okkar samfélag. Sko, það er mikilvæg spurning í dag því að við eitthvað leyti í menningu okkar erum við að koma út úr tíma þar sem að leiði til svona óvirkni almennings, bara eins og við að vera neytendur og að framtíðin að koma til okkar sko frekar að við að taka þátt í að búa hana til. Ég held að þetta sé bara orðið mjög áreiðandi að fólk endurskoði bara hlutverk einstaklingsins í samfélaginu. Og sko nýfrjálshyggju tíminn það merkilegt hvernig sko þetta hljómar nýfrjálshyggjan þetta var svo hressandi gustur og feikti ýmsu fúnu og fisknu en hún var hins vegar það var ákveðin óvirkni einmitt sem fylgdi kjölfarið eða fylgdi með. Það er bara sagt við þig að þú átt ekki að vera eða við eigum ekki að vera að ræða saman hvernig framtíð við viljum því að við eigum helst að halda okkur höndum eða þá almannavaldið og hleypa sköpunarkrafti frumkvöðlana að og þeir munu færa okkur góða framtíð. Þar lendi eiginlega almenningur að gefa frá sér sko valdið eða bara skoðun á því hvernig framtíðin á að verða. Stórkostleg hugmynd sko. Þetta skildi hafa unnið. En það gerist sko í löndum þar sem sterk kirkja að þá getur það gerst í gagnvart kúgun stjórnvalda að kirkjan verði svona farvegur fyrir andstöðu. Við þekkjum það bara í Írlandi, kaþólska kirkja þar andstaða við nýlenduherrana svo þegar Írar orðnir sjálfstæðir og svona þá bara fjarar undan kirkjunni, maður finnur það eiginlega þegar maður kemur til Írlands að sko kaþólska kirkjan bara að missa stöðu sína. Við þekkjum það líka í Pólandi þar sem að andstaða gagnvart Sovjetinu sem að Pólverjar upplifðu einhver leyti sko að stjórnvöld þar væru handbendi Rússa að þar var andstaðan í kaþólsku kirkjunni og þegar pólskur pólveri páfi að það náttúrulega verður eins og bara vakning í svona einhverju svona þjóðverðnis andstöðu við stjórnvöld. Þannig að sumstaðar það að kirkjan svona afl en við Íslendingar held ég þekkjum enginn dæmi það. Við höfum alltaf haft einhverja embættismanna kirkju og kirkjan verið alltaf frekar tilheyrt sko yfirvaldinu heldur en almenningi. Og það var náttúrulega gerð þessi tenging sko í siðaskiptunum. Það var gerð þessi tenging við milli kongs og kirkju. En við þekkjum í þessi Skandinavíu, það eru leikmannakirkjan og það eru svona fleiri svona sömuleyti hefur kirkjan þar verið meira dregið niður til almennings heldur en kannski hefur verið á Íslandi sko. Já, það er hugsanlegt, Þegar kom fólk frá Norðurlöndunum það leiti þegar þú ert að koma tilbaka frá Brasilíu komið svona hugmyndir að búa til svona einhver svona leikmannakirkju að það held ég fólk ungt fólk með hlutverk held ég að vita. Alveg rétt, Ég held að það hafi svona hálfparti rakist út úr þjóðkirkjunni og stofnaði krossin og veginn og þetta. Það var svona. Þannig ég veit ekki. En segðu mér að því að þú fórst þarna á vegum kirkjunnar, varstu trúaður að því að svo lærður guðfræði? Seinna. Svo löngu seinna. En hvað, varstu trúaður? Já, sko Ertu trúaður? Ertu trúaður? Nei. Nei, þú fórst í guðfræði og læknaðist af trú, eins og margir. Það var nú kannski áður, en kannski læknaðist nú dálítið af trú við þessa Brasilíuferð. Því að Guð gat ekki verið góður í svona illum heimi. Nei, nákvæmlega. Og hafði sko, og sérstaklega þessi hugsun það að Guð sko væri svona alvaldur og væri að stjórna í hlutskipti fólks að þá fannst mann þetta svo yfirgengilegt að fólk væri deyjandur hungri og vesöld og vegna ofbeldis stjórnvalda til dæmis mann fannst að engan veginn bara passa við þessa hugmynd sem maður kannski svona var fermdur upp á gæskuríkan Guð og réttlátan og mildan
Ég valdi mér hvað heitir það, þegar maður fermist þá velur maður ritningagrip. Jú. Ég man ég ekki orðrétt að það var einhvern veginn þetta séu sálmónum. Hví stendur fjarri drottin og byrgir augu þín á neyðartíma. Það var þegar ég fendist, þá valdi ég þetta út af þessu að hvernig getur Guð verið til í vondum heimi. Já. Og svarið þitt var annað, þá var þetta ekki til. Því að hinn vondi heimur sannarlega til. Já, sko ég kynntist þegar ég fór ég ætlaði guðfræði þegar ég var í menntaskóla og eiginlega eftir þessa Brasilíuferð þá svona dofnaði áhuginn á því. Skráði mig samt í guðfræði við Háskóla Íslands en þegar tilkom þegar ég kom inn í tíma og það var verið að tannlast á grískum sögnum þá hugsaði ég með mig bara Guð minn almáttugur, þetta ekki fyrir mig og hljóp yfir í stjórnmálafræði til Ólafs Ragnars. Ef Guð vill að ég gangi í gegnum þessar grísku sagnir, þá bara ekki. Það verður ekki Guð fyrir mig. Og fórstu yfir í félagsfræði sem þá var stofnuð, ekki? Jú. Stofnuð. Er það eitt í menntaskóla? Því að ég var eitthvað tímann kona þín og dóttir voru að gefa út bók. Það var viðburður í Kjarvalsstöðum og ég leit við en kom við hjá endurskoðanda mínu og svo var ég að segja honum hvert ég var að fara. Þá sagði já, ég var með Ævari í menntaskólanum á Akureyri. Hann fór í bæinn helgina og kom tilbaka giftur. Já, þetta er ekki eins og nýtt. Er þetta ekki íkt? Nei. Fórstu á föstudegi og komst á mánudegi? Þetta var í skólaferðalagi reyndar hingað suður og við vorum hann einhverja daga og svo hitt ég þessa stúlku á föstudegi og föstudagskvöldi eða föstudags eftirmiddegi og við giftum okkur á mánudegi. Og af hverju? Já, okkur list bara svona vel vel á okkur í kross en kannski er reynda líka maður svo sem veit ekki. Hvað er það gamall? Ég var 20 og þetta bar svo brátt að þegar við fengum borgardómara til að hingra aðeins á mánudegi við veistum að redda heilbrigðisvottorði og einhverju. Og fæðingarvottorði, maður er alltaf að sanna að maður sé fæddur. Já, maður sé fæddur. Ég vil ekki gifta ófætt fólk. Nei, einmitt. Og hvorki ófætt nýja látið. En þá, þegar við vorum síðan hjá Garðari Gíslasyni sem framkvæmdi þessa athöfn eins og besti prestur, hann var svo hátíðlegur og þegar hann las upp fæðingardaga ár þá brast kona mín, Guðrún Kristjánsdóttir í mikinn hlátur þegar hann las upp fæðingardag minn og sagði, hvað, ertu ekki eldri? Því ég var 4 dögum yngri en hún. Þannig að við þekktumst nú ekki mikið, sko. En þetta hefur nú... Þú mælir með þessu? Já, sko, ég satt að segja vil hafa bara frjálsa aðferð. Ég held að sé engin algjör regla til það hvernig eigi að undirbyggja langa sambúð eða við erum búin að vera gift í 54 ár og sér ekki á okkur. Einhver sagði við mig það er ekki til góður og slæmar hugmyndir, það er bara hugmyndir sem eru gerðar góður og slæmar. Já, þannig að held ég að sé þessi 54 ára líkillin er það hvernig það við lifa þeim kannski ekki þessi ákvörðun helgina. Nákvæmlega. En sko hugmyndir reyndar, sko ég held reyndar að hugmyndir sko skiptir rosalega miklu máli það er ekki hægt að gera góð og slæmar hugmyndir góður, það getur verið erfitt. Nei, og ég held líka að hugmyndir til dæmis hjónaband og samlíf þær séu ekki nauðsynlegar sko. Þar skiptir hugmyndir sem minnstu en ef við förum að tala pólitík og trúarbrögð þá skipta hugmyndir mjög miklu máli og það er kannski það sem manni finnst í rauninni vera þessi arfur sko vinstrimann og sósíalista það er sem mikilvægasti arfurinn finnst mér vera sá að Karl Marx var með hann skoðaði þennan framleiðsluhátt kapitalismann
sem kerfi, sem fyrirbæri sem hægt er að horfa á utanfrá eða innanfrá, og sem þýddi það að menn gátu kannski reynt að átta þess að ég býtu hvaða meðul get ég nota til þess að breyta þessu kerfi. Það þarf að segja að það var ekki bara þetta sé manngert kerfi. Hægri trú því ekki að það heldur að sé frá Guði. Hjá Guði eða í eðli mannsins. Já, eðli, akkurat. Þetta er sprottið innan úr eðli mannsins. Já. Og það er það sem gerir það verkum að núna eftir þessa áratugi nýfrjálshyggjunnar þá eigum við svo þá til dæmis hægri menn held ég eiga mjög erfitt með að halda áfram af því að þeir tala þetta sem eðli mannsins. Það get ekki hugsað sér heiminn án kapítalisma. Nei, en sósíalistar geta það. Það ætti að geta það, reyndar orðið fátíðara. Maður heyrir stundum talað eins og þú veist ekki frasan að fólk á auðveldra með að sjá fyrir sér endalok heimsins heldur en heim án kapítalisma. Jú. En þá erum við líka farin að tala náttúrulega svona markaðshyggju sem einhvers konar altæka heimssýn. Að horfa á í rauninni samskipti fólks og ríkjamyndun og hópamyndanir allar út frá markaði. Og það sem manni finnst svo merkilegt að fólk á okkar tíma þá talar fólk þá þetta orðfæri orðið mönnum svo eingróið að þú verður að fjárfesta í hina þessu. Í menntun. Menntun eða einhverju. Stundum notar maður þetta reyndar á móti þeim og segir að þú veist að fjárfesta í heilbrigðisþjónustu og það reynir að snúi þessu svona. Á þess að sem er að gangast. En þessi hugmyndum að gera hlutina saman. Herðu, þetta með helgaferðina þarna sem endaði í brúðkaupi. Þú varst ekki búin að hitta tengdaforeldrina? Nei. Það var en þau tóku mjög vel á móti mér og það var mjög ánægulegt samskiptin við þau. Fannst það einhverjum þetta skrítið? Jú, ég held það nú Það vandist fljótt. Já, og kannski ég man eftir því til dæmis að pabbi ég hringdi í hann til að segja að ég var gifta mig. Honum leist nú bara vel á það, sérstaklega hann heyrði það að þetta var dóttir Kristjáns Freyrissonar frá Efri Hólum sem hann hafði þekkt á sínum yngri árum og fannst þetta að vera og þegar hann settist að fyrir matborðið og eldri bróðir minn spurði býtu hvað var þetta eiginlega? Þetta Ævar var að gifta sig, þetta var nú ekkert tiltökumál en dellan. Kristján í últíma, hann var heiti það ekki að vera svona merkilegur maður? Jú, ég held að hann hafi nú verið það og við urðum miklu vinir og það var ákaflega skemmtilegur maður, hugmyndaríkur og ég hélt því nú framstöndum, við tókumst mjög á í pólitík. Og þú brasilísku sósíalisti og hann hvað? Já, hann var svona framsóknarmaður, hann var nú framsóknarflokknum og nú var hann maður á þingi og svona en hann var mjög ódæll í flokknum og hann einhvern veginn fór hann bara eins og sömu framsóknarmenn þá vissi hann ekki almennilega hvert hann var að fara eða hvað hann var að koma á stundum þar sem hann var ýmist hægri maður eða vinstri maður og hann til dæmis hann skrifaði og talaði mikið um fiskveiðimálin og hann var mjög harður á því að það yrði að koma í veg fyrir ofveiði með því að koma á einhvers slags kvótakerfi en hann vildi hafa þetta bara, þú veist, uppboð á veiðheimildum ekki festa neitt, þetta bara var í rauninni í gangi látlaust uppboð og að því leyti til var hann mjög hlynntur samkeppni það hafa þetta bara á markaði enda kaupmaður en síðan var hann aftur hann var mjög stjórnlindur öðrum þræði hann til dæmis hann var með kenningakerfi sem hann kallaði hagkeðjuna og þá vildi hann hætta veiðum ákveðnum svæðum, ákveðnum tímum og styðja þá við iðnað hann var iðnrekandi sjálfur
hann vildi til dæmis sem mörgum fannst mjög hljóma illa, hann vildi koma og fá traktoraverksmiðju á Raufarhöfn sem mönnum fannst alveg fáránlegt en hann sagði bara alltaf, já, en af hverju ekki? Af hverju hérna og þá hérna myndi leysast þetta tal það að það verði að skaffa atvinnu, að það væri eins og hann sagði, það verði bara að ganga í það að skaffa atvinnu með því að beinlínis að byrja eitthvað nýtt eins og hefur svo sem oft verið gert. Hefur oft verið gert. Eða opinberra eða almannavaldi staði fyrir atvinnuuppbyggingu. Jú, nákvæmlega. Herðu, þú ætlar í guðfræði, hérna brasilískur sósíalisti, nýgiftur, en ákveðst að fara í stjórnmálafræði. Já. Þú ert af svona kynslóð vinstrimanna, þetta er kallað villta vinstri, þetta tímabil? Jú. Og þú varst róttækur sósíalisti, þú varst kommunisti? Já, menn kölluðu sig það nú, sko. Já. Og ég var nú svona, af því ég nefndi Raufarhöfn, þá meiri segja stofnaði ég fylkingadeild á Raufarhöfn, fekk Ragnar Skjálta til að koma norður og blessa hópinn og hérna, þannig að ég var svona tengdist helst æskulýðsfylkingunni eða fylkingunni. Fylgdur henni eftir eða svo eru þeir svona formlega trotskistar? Já, þá var ég nú datt ég nú Fjórða alþjóðasambandið Já, ég datt nú út úr þessu þá sko. Ég er svona Þetta tímabil, þetta er náttúrulega mikil deigla þarna. Stundum spyr ég fólk sem að upplifa þetta. Ég kom nú aðeins í skottið á þessu bara í lokin. Hérna svona árangurinn því að upp úr þessu þá eiginlega sigrar nýfrjálshyggjan. Já. Þessi deigla til vinstra megin við alþýðubandalagið og eða alþýðuflokkurinn hafði ekki áhrif, frekar alþýðuflokkurinn hafi verið að færast bara til hægri á þessum tíma? Já, ég held að árangurinn hafi verið ákaflega lítill. Af hverju? Ég held nú að þetta er nú held ég reyndar alveg alþjóðlegt fyrirbæri þannig að það kom einhvers svona bakslag á þessa vinstri grúpperingar allar og svo var það sem kannski var svolítið erfitt fyrir vinstri menn hérna, það var þessi kaldastríði fór svo djöfulega með menn urðu svo uppteknir af hernum og líka inn í þessum hópum og það var mjög ófrjó einhvern veginn, það var einhvern barátta sem var í rauninni var á menningarsviðinu að sporna við amerískum áhrifum eins og maður sögðu og allt það en síðan menn gengur bara dálítið á vegg þó þetta væri herstöðanstæðingar og hernamsanstæðingar þetta var tilfinningalega mjög merkileg samtök og allt það og bara áttan mörgu leyti aðdánalega að rölta þarna Keflavíkurgöngur og svona veis en það sló í bakseglin með þessar hugmyndafræðilegu baráttu reyndar var það þannig að til dæmis máistar voru bara beinlínis á móti að vera eitthvað ómikið að grubla í kenningum og þannig að ég til dæmis mér fannst það vera einhvern söfnuði sem að vildi ekki koma nálægt og þetta virkaði þannig á mig á þessum tíma eftir 70 að ég lagðist í það sem hefði nú verið kallað bara svona stofukommunisma þar að segja, ég lagðist í Marx að grúska í honum vegna sem mér fannst eins og mér fannst við þurfa vinstri menn að annarkvort var að bara fara á sprengja miðkvísl eins og ég gerði reyndar tók þátt í þannig að annarkvort var að vera svona aktívisti og bara reyna að vera með mótmæli, vera með óþægð hvar sem færi gæfist eða þá hitt að byggja upp rosalega vandaða gagnrýni á kapitalismann og reyna að bregðast við nýfrjálshyggjunni reyna að kæfa hann í fæðingu en sem auðvitað við náttúrulega gekk engan veginn en það sem ég meina með bakslagi ég fann það að liggja yfir Marx í gamla og pæla í kerfinu sem slíku það misti mjög það átti sér ekki hljómgrunn eftir bara tiltölulega nokkra mánuði eða ár
þá var eins og menn hefðu oft tekið sér á þessu og hreinlega var bara talið vera bara eitthvað rugl. Hvað ætti venjulegt fólk eða fullfríst fólk að vera að standa í þessari kritík? Það er bara stofna pólitískan flokk sem næði því að sópa saman svona gaggrínum öflum og þetta gerðum það var náttúrulega þetta sem síðan leiddi svona að samfylkingarstofnun og þar komu síðan þeir sem ekki voru vissir þar og vildu halda sér meira með að vera svolítið hreinni að halda árinu hreinni þeir stofnuðu VG og núna erum við stödd. Og hvorum farnaðist vel? Já, en samt er það kannski ég veit ekki hvað Kristrún og samfylkingin núna þetta er einhver miðjuflokkur sem það getur vel verið að getur stjórna landinu. En þetta einhver leiti þá gafst vinstrið upp en svona kannski þú komið til 1990 sem þá má eiginlega fara að finna ræturnar að samfélkingunni, svona hugmyndur sameiningu eða hét alls konar fyrirbrigðum, hét alls konar nöfnum, svona tilraun að búa eitthvað til. Og ég orða þetta þannig að hafi verið við fall Sovétríkjanna sem að ég veit ekki hvort það skiptir miklu máli. Ég held að kannski Sovétríkjanna hafi haft minni áhrif á stjórnmálaþróun á Vesturlöndum bara upp úr 1970 sem að hafði umtalsvert áhrif fyrir þann tíma því að stjórnvöld á Vesturlöndum urðu að akta kannski einhvern veginn á það sem var í boði þar, aukið kvenfrelsi, uppbyggingu húsnæðis fyrir alþýðuna, gott heilbrigðiskerfi og menntakerfi og þarfandi göttunum. Ég held að Sovétríkin hafi haft áhrif en kannski ekki eftir 1970. En svona kannski upp á svona 1990 þá er eins og svona meginstraumsvinstrið sem fyrst og fremst fari í tvo farvegi, annars vegar þá sem segja það er líklega rétt sem að Margaret Thatcher segir að það er ekki annað valkostur, þannig að við erum með nýfrjálshyggju efnahagskerfi og við erum bara að byggja vinstri flokk ofan á því og það er svona blerisminn og það sem við kalla það. En hins vegar var það farvegur sem segir já, það má vel vera sósíalísk efnahagsstjórn sé ónýtt en sósíalisminn hann var líka farvegur fyrir mannréttindabaráttuna á 20. öld, fyrir kvennarhreyfinguna, fyrir umhverfisbaráttuna og fyrir friðarhreyfinguna og svona og við búum þar til flokk sem er ekki með sósíalíska efnahagsstefnu en er með það sem að sópaðist að henni á 20. öld og þar með verið til svona VG. Þannig að báðar kvíslarnar eiginlega hafna sósíalismann. Jú, en þetta þegar nefnir mannréttindabaráttu þá það er það sem gerðist auðvitað eftir 68, sérstaklega eftir innrásin í Tékkó að þá þessar litlu hreyfingar þær voru yfirleitt allar búnar að gefa eiginlega skít í Sovétríkin. Það var þannig að þá myndast þessi hugmyndabarátta sem er mjög byggð í kringum mannréttindi, þjóðfrelsi, það er auðvitað Víetnamstríðið á fullu ennþá. Þannig að þar er komin þessi grunnur sem sennilega hefur kannski legið að einhverju leyti frekast þá yfir í VG í þessari skiptingu sem varð. Og þar verður engin andstaða við svona valdeflingu auðvaldsins sem að allan nýfrjálshyggju tímann sogar að sér auðlindir og fé og völd og áhrif. Já, nei. Og við allt einu sittum uppi með þetta sem einhverja hrikalega skepnu Jú. Og þá kemur þetta fyrirbæri sem er svo merkilegt sem er dugnaðurinn eða rekstrarhyggjan eða hvað við að kalla það. Bara eins og til dæmis í stjórninni vinstristjórninni þarna eftir hrunið þá er greinilega þar voru í rauninni alveg heftalega átök á milli þeirra sem lögðu allt kapp á það að stjórna landinu og ná sér eftir áfallið og eins og Steingrímur J orðaði það þarf að grafa skurði skófluna og svo aftur alltaf ljós í fjármálaráðuneytinu þar sem hann vinnur langt fram á nótt við að bjarga okkur. Já,
og svo aftur voru það menn eins og Ögmundur sem sátu það inni sem sögðu bara alltaf sko, þetta ekki neina vinstri stjórn sko, reynum að sveigja inn á einhverja vinstri leið, gera eitthvað sem er til vinstri. Það ekki vinstri að endurreisa kerfi sem hægri byggðu upp. Nei. Og var aldrei kvöð á vinstrinu að gera það sko. Nei. Þetta náttúrulega, maður gæti verið svona miskunnlaus og sagt að þegar að loksins var mynduð vinstristjórn á Íslandi þá höfðu báðir vinstrirflokkarnir tapað vinstrinu úr sér sko. Og þeim datt ekki annað í hug heldur en endurreisa bara kerfið eins og það var. Það höfðu ekki verið neitt andstöðu við það sko. Það alltaf svona sorglega, svona tragísk saga sko. Herðu, en þú ert þess kommunisti og ferð að vinna á Ríkisútvarpinu ásamt mörgum kommunistum. Það voru, þú nefndir Stefán Jónsson, Stefán Löppinni, Jón Múli var þarna, margir kommunistar. Þannig að það var kannski rétt sem að Valhöll segir að þetta hafi verið, kommunistar hafi haft hann alltaf mikið ítök. Ég held nú ekki sko. Og ég held nú meiri segja að sko, hafa nú frægt að gamlir sko, svona erkikomar eins og Hendrik Ottósson sko, þeir voru ákaflega passasamir í sínum málflutningi eða fréttaskrifum og slíku og ég man eftir því að Margrét Indriðadóttir fréttastjóri hún sem reyndi að sigla, það var mjög merkilegt hennar starf inn á fréttastofunni. Hún var ákveðin í því að láta ekki pólitíkina stjórna ómiklu. Hún reyndi að sigla framhjá, hún reyndi að losna að mæta á fundum í útvarpsráði og hún var einhvern tímann að lýsa því að sko sjálfsensúrin sem fer í gang inn á stofnunum eins og Ríkisútvarpinu að það hefði einmitt með Hendrik Ottósson og fleiri sem hún tiltók, það hefði virkað þannig að þeir voru alveg sérstaklega á varðbergi gagnvart vinstri skoðunum og pössuðu upp á sig og aðra en ég nefndi það held ég áðan að sko það var mikill áhugi á því sérstaklega á Mogganum að stimpla fréttastofu útvarps sem vinstri sinna og það tókst einhverju leyti minnstu kosti. Og þá var það tilgangurinn að sá að fólk setur svona gæsalappir undir þann sannleika sem það er borin á borð. Já, það endi hafið þessu. Og af því að þeir gátu ekki að stjórna þessu, að þá vildu þau setja þessar gæsalappir. Og það ég held ekki ennþá að þessu sko. Jú. Þó svo að það sé ekki að finna neinn merki einhverja vinstri slagsrið á Ríkisútvarpinu ykkur. Nei. Ég held ekki. Frekar eináttina. Já. Herðu, en þú 48 ára á Ríkisútvarpinu en svo fyrir að læra guðfræði. Já, það kristilegi skiptineminn frá Brasilíu. Já. Á hverju ertu að fara í guð, því að þú ætlar í guðfræði þú varst sítur? Jú, en ég eins og frestaði því að það ítti til hliðar. Já. En það blundaði alltaf í mér þessi áhugi á hugmyndasögu Vesturlanda. Já. Og mér fannst sko kristnin mér fannst einhvern veginn maður þyrfti að átta sig betur á þessum grunni sko kristnin hefur náttúrulega verið ráðandi afl í hugmyndalífi Vesturlandabúa. Hefur verið, að því við nefndum áðan, hefur verið farvegur fyrir humanisma í okkar menningarheimi. Já. Og þannig að það er ekkert að mæla með því að fólk kasti þessari arfleifð frá sér. Það er mjög erfitt að skilja okkar heimshluta án þess að skilja kristni að einhverju leyti. Já. Og ég hugsaði þetta nú svolítið þannig að ég væri nú svona að undirbúa kannski eftirlaun árin að ég var 50 þegar ég fór í guðfræði og hér að maður hefði nóg að lesa. Þetta væri ekta fag sem aldrei klárast og hægt að leika sér að. Það sem ég eiginlega upplifði, það merkilegasta sem ég upplifði í guðfræði var þegar ég áttaði mig á því að í guðfræðinni hafði ekki verið minnst á sko eiginlega eina guðfræðing íslenskan á til dæmis á 19. öldinni, Magnús Eiríksson, Magnús Frater sem kallaði var
og bjó eiginlega öll sín fullorðins ári í Kaupmannahöfn og skrifaði á dönsku mörg 100 blaðsíður af guðfræðilegum texta. Og lenti í ritdeilum við Kierkegaard. Já, og hérna, jú, það sá og sem voru ekki, Kierkegaard svarði honum aldrei. Nei. Þannig þetta var nú svolítið skrítið mál, sko. En allavega þá einmitt, af því að við nefndum hérna áðan réttlæting af trú, að Magnús Eiríksson, hann var ákaflega efins þessa kenningu. Og hann hélt í fram, hann skrifaði meira sérstaklega rit sem hann kallaði Páll og Kristur og kom út 1871. Þar sem hann teflir fram, sem hann segir, fyrirgefningar lærdómi Krists gegn réttlæting af trú Páls postula. Þannig að Páll hafi spillt erindi Krists. Já, að Páll hafi í rauninni gert þessa arfleifð, það sem við kallum gyðing kristnu arfleifð, gert það svona að sínu. Og þetta hafi verið í rauninni Páls trúarbröð en ekki Jesú Krists. Og Magnús, hans uppáhalds dæmisaga og uppáhaldskafli í Biblíunni sagan af týnda syninum. Þar sem hann segir, þar sést hvaða augum Jesú leit fyrirgefninguna. Að fyrirgefning föðurins er alger. Faðirinn fyrirgaf syninum sem hafði sukkað og svallað og farið illa að ráðu sínu. Hann tók fagnandamót honum. Og þetta vildi Magnús meina að væri hinn sanna fyrirgefningarkenning og Magnús efaðist ekki tilvist Guðs, hann var Guðs trúar og sagði þetta er það sem ef að Guð er Guð, ef að Guð er góður, þá fyrirgefur hann absolutt og það hann fer ekki að setja inn einhver svona skilyrði eins og það, ef þú trúir sögunum dauða og upprisu Krists, þá er alltaf með þig, en þú verður að gera það, annars ert ekki inn í kristninni. En er ekki Páll og þá Lúther líka, segja þeir ekki að þú getur ekki unniður inn fyrirgefninguna, af því að þú færð hana bara fyrir náð? Já. En ég get ekki fengið fyrirgefninguna sem náð nema ég viðurkenni trú á þríeinan Guð og allt það saman. Nei, það er það sem Magnús Frater, hann segir, það var þessi fyrirgefningar, þessi kærleiks hugsun, hún var eyðilögð með þessu skilyrði það þú verður að trúa. En hafa í guðfræðinni stundum talað fólk á fyrri tíðum fyrir fæðingu Jesú, að það hafi breytt rétt og þá hefur nú kannast við þetta svona vangavelta það, hvað verður þá það? Kemst það til himna? Sókrates á himnum til dæmis. Já, og þá var menn hafi velt þessu fyrir sér, að get ég breytt rétt gagnvart Guði ef þótt ég þekki ekki Guð. Já. Þá er þetta að segja Páll og Lúther segja nei, þú getur það ekki. Já, svona ef það er túlkað mjög stíft, Þar að segja það gerist eitthvað við þennan atburð, þennan Krists atburð, að þá var það Guð sem fórnar syni sínum til að frelsa mannkynið frá erfðasyndinni. Og Magnús Frater segir, þetta er náttúrulega, honum finnst þetta bara að vera algjör della, að binda sig við sögulegan atburð. Að maður er tekinn passar ekki við henni eilífa Guð. Nei, engan við. En hann var náttúrulega forvitnilegur maður. Hann var að deila svolítið við kirkjuyfirvöld í Danmörku. Já. Og svo var gefin út reyndar útdráttur úr kannski hans þekktasta riti Jóhannes Guðspjall, gefin út á íslensku og hann fekk mjög harkalegar móttökur hér. Og það er enda mjög merkilegt að
sko, sem kannski lýsir svolítið svona hvernig Íslendingar nálgast hlutina, sko, hann var í bréfaskiptum við mjög marga Íslendinga því hann hafði kynst öllum hafnarstúdentum allir í embættismanna elítinni í Kaupmannahöfn og þeir skrifuðu honum og báðu honum að hérna, versla fyrir sér bækur og hann var mjög, hérna, hvað heitir að vera bónglaður eða já, bóngóður og hann gerði mörgum mikinn greiða já. En sko mjög fáir, ég hef svolítið leiðið þessi bref til hans, eru til hérna, hann hélt þeim saman og þau eru til hérna á Nýra Landsbókasafni að mjög merkilegt að mjög fáir af þessum prestum og sýslumönnum leggja í að ræða við hann um guðfræði. Þannig að það einhvern veginn, það var eiginlega bara að reynda að afgreiða það sem einhvers konar ofstæki og guðlast og svo fræðis. En það má vel vera að það hafi verið erfitt að ræða við hann þetta, því að ef þú ert svona svolítið á skjön og færið svona harkaleg viðbrögð, þá verður oft orðræðaðinn svolítið svona herská og hvatvís og það er stundum þannig og hérna maður á náttúrulega einhvern veginn að læra að horfa framhjá því og leyfa þá bara mönnum að blása í 20 mínútur eða hálftíma til að heyra, en það er næstu því svona eins og mannlegt það sem við erum svona hópdýr að hérna forðast hérna menn sem eru með svona, þetta er líklega kallað einstreykislega skoðanir sem eru á skjön við gagnrýnar skoðanir. Það er oft talað að þinn gagnrýni maður sé reiður svo eitthvað. Þannig að honum var svolítið ítt til hliðar, hann fekk ekki áheyrn svona þegar á leið. Nei, og hann sko þó naut ekki sannmælis heldur. Nei, engan veginn sko. Og þó hann hafi verið altså megi vissuleiti tala hann sem fyrirrennara sko frjálslyndu guðfræðinnar sem var best hingað síðan upp úr aldamótum. Hann talaði þessum kvenfrelsi og ýmsa hluti. En sko að kirkjan tekur þann, sko kirkjunarmenn einhvern veginn taka þann pól í hæðina að sko bara reyna að þakka þetta niður sko. Og ég myndi Jón Helgason biskup sem skrifar kristnisögu hann sem var nú, Jón var nú frjálslyndur maður hann talar hann sem að það verið merkar hugmyndir og gaggrínir þá sem gaggríndan og segir að það sé bara ekki eyðandi bleki í það að allt það bull sem hafi verið sagt gegn Magnúsi hins vegar verið að segja að hans hugmyndir séu úreldar og þannig það er eiginlega svona dómurinn og svo athyglisvert að Eiríkur Albertsson sem var prestur í Borgarfirði hann skrifaði fyrstu doktorsritgerð í háskólanum. Já, þannig kynntist ég Eiríki, ég rakst á þessa bók og reyndi að lesa það, ég gat nú ekki lesa það. En hann sem sagt, hann skrifar mikla skruddu kenningar Magnús. Já, svona 36 eða 34 Já, 34 líklega. Já, ég man ekki. Allavega, og það er eitthvað skrifað hann örlítið þegar hún kemur út og síðan ekki orð. Síðan er ekki minnst að Magnús Eiríksson fyrir hérna undir aldamót síðust. En var ekki í einhverja af þessum svona þjóðlegu fróðleiksbókum, ég man ekki hver það var sem að skrifa hann, líklega Jón Helgason ritstjóri. Já, hann skrifar kafla hann sko, sem að var, hann var fínn sko. Og ég hugsaði, ég man það heila alveg að þannig að ef það verður eitthvað búið til svona míniseríu hérna ná utan samfélag Íslendinga í Kaupmannahöfn þá var þetta aðalpersónan því að hann þekkir alla tengist öllu og ferða svona svo skemmtilega sko bæði inn í danska heiminn og íslenska heiminn þannig ég hugsaði að þetta er aðalpersónan sem einhver ætti að nota til þess að búa til míniseríu Íslendinga í Kaupmannahöfn á 19. öld. Já, góð hugmynd sko því hann meiri sér tók þátt í danskri pólitík og bauð sér fram í kosningum 1848 og hérna og sko þannig hann leit þannig á að hann væri virkur, hann var gagnrýninn og virkur eða andstætt því sem flestir af íslensku stúdentunum þeir litu þannig á að þeir væri hann tímabundið og þeir vildi ekki rugga svo sem neinum bát þeir voru alltaf að tala sjálfstæðisbaráttuna en Magnús Eiríksson hann gerði það reyndar sko líka en hann neitt ekki miklu það voru nógur í því hann var svona stærri heima. Já, hann var það. En hann minnir svolítið á einn mann sem var á Hólsfjöllum og var eini sjálfstæðismaðurinn. Þannig þú heillast á hann fyrir það að vera svolítið svona
svolítið svona yfirgókur já, nákvæmlega. Þú hefur heillast að svoleiðis mönnum? Já, ég hef alltaf heillast að svoleiðis mönnum. Og vegna þess að ég held að þeir menn sem gefa sjálfum sér séns á því og mynda svona ráðrúm til þess að ypagogg, til þess að vera gagnrýnin, ég held að þeir menn geri sko meira gagn heldur en 1000 játendur. Þeir njóti ekki alltaf saman þessi svo við Magnús. Og því miður, ég man það þegar ég svona rakst á hann að maður var eiginlega að byrja akkur var ekki búin að segja mér frá þessum manni. Já. Það sem eiginlega stórmerkilegt sko. Að maður komist til vits og ára á Íslandi, þá ekki hugmynd okkur sem maður Já, og það sem ég fannst alltaf skuggalegt að þegar maður búin að vera 5 ár í háskólanum í guðfræði, það var ekki minnstaðan mann. Nei. Aldrei, ekki einu orði. En langaði að skrifa hana? Ég svo voðalega lélegur skrifandi. Ég skrifaði reyndar kafla í bók sem var gefin út á 500 ára afmæli siðbreytingarinnar, áhrif Lúthers. Að þá skrifaði ég smá kafla til þess að reyna að svona raða saman svolítið hugmyndum hans í guðfræði. Það er að segja stóru hugmyndum allt svo friðþæginguna og svo framvegis. Þannig að ég láta alltaf yfir þessum ritum hans á tímabili. Hins vegar er þessi ritgerð, doktorsritgerð Eiríks Albertssonar. Hún er mjög merkileg út af fyrir sig og það væri kannski full ástæða til að halda því verki áfram. En ég er ekki mikill skribent. Nei, þú ert búin að vera í útvarpinu og ég hef verið blaðamaður og núna er ég í einhverju svona og ég er svolítið að velta þessu fyrir mig sko að þetta er ólíkt og það er og ég hef verið svona að færa meira yfir og vera bara í töluðu máli og reyna að ná einhverjum tökum á því af því að einhver leiti er það að skrifa það var eins og maður sé að ég veit ekki kannski svona eins og eitthvað leiti maður að fást svona lík sem maður er að skrifa það er eitthvað svona mér finnst gaman af svona töluðu máli og þú hefur náttúrulega verið svo mikið í útvarpinu og það getur verið svona galdur í því að vera einhver staðar í útvarpi og þú ert kannski ekki undirbúin eða það kemur eitthvað óvænt upp á og allt í einu verður til eitthvað sem er eiginlega óhugsandi að verði til nema í samtali tveggja sem að maður er eiginlega sviftur þegar maður er að skrifa þetta getur maður munað hitt og þetta en það er svolítið öðruvísi þetta er eiginlega svo ótrúlega ólíkur heimur sko. Já. Jú, það er alveg rétt. Hins vegar virðist þurfa að blanda þessu einhvern veginn saman að því leiti til að svona tal hefur tilhengu til þess að fara út víða völl og það þarf stundum einhvern veginn að hóa hugmyndunum saman og búa til einhverja farvegi. Þráð og þá að skrifa það niður. Jafnvel. Já, ég er ekki að segja að reyndast eftir mér að stundum í hug sko að ritmálið hafi sko þrengt heiminn að það voru eiginlega bara þeir sem gáttu lifa það af voru fólk sem að ritmálið á vel við en ef við færum okkur meira yfir í svona talamál og það sem þú þarft ekki að vera með að fara í gegnum hugsunðina í gegnum ritmálið að þá opnast heimur fyrir fólk sem hefur kannski verið hálfaldalust sko hingað til. Jú. Það getur vel verið að verði einhver svona umbreyting í menningu okkar við það að því að ritmálið það ritmálið er rosalega erfitt sko og miklu held ég erfiðara heldur en fólk heldur sko það eru voðalega fáir sem að ná að þroska með sig þannig penna þeir geti raunverulega að tjáð sig að einhverju viti sko yfirleitt er fólk að takmarka sig þegar það er að tjáð sig sko þannig að geta tjáð sig þú veist opið í þú þarft að vera bara ævintýralegu penni til að ná því sko En þetta er bara helst í hug Austra Greinar Magnús Kjartanssonar einhver slíkur sem er þannig tökum en Gunnar þetta sko þegar þú segir þetta ég er út að vera sér alveg sammála en ég er svo hræddur að það verði farin leiðin sko frá ritmálinu
yfir á einhverja óyfirvegaða texta á samfélagsmiðlum og myndmálið það nái yfirhöndinni og samræður svona í rólegheitum eins og þú hefur verið að gera hérna á þessari stöð sko þetta er mikil þörf fyrir þetta og þetta er kannski það sem Ríkisútvarpið hefur vanrækt að búa til pláss fyrir samtöl fólks og ég held nefnilega að bara eins og við eldhúsborðið þegar fólk hittist og talar saman það er þar sem yfirleitt hugmyndir taka einhverju smá þróun verður einhver smá þróun við að tala við annað fólk hugðarefni sín og þess vegna gagnrýna eða vera með samanmáli eða hvernig sem það er en allavega að vinna með hugmyndirnar í samtali eins og fólk vant að tala saman sko. eins og fólk vant að tala saman Sömulítið samstöðinu svoleiðis hugmynd að það hafi samtalið í fjölmiðlum hafi einhvern veginn svona úrkynnast það er verður alltaf til á svona 30 ára fresti í Frakklandi það sem er kallað Cousin Nouvelle sem er nýja eldhúsið, það er alltaf það sama að þá er alltaf hugmyndið svo að við erum búin að missa þetta út í einhverja vitleysu við erum bara búa til einhvern eitt rétt handa einhverju ríkum kalli og erum að selja það á 30.000 kall og þetta er orðið bara fróða og þetta er alltaf þessu úrkynnið á okkur nú verðum við að fara heim og finna ræturnar af matargerðarlistinni sem er náttúrulega eins og amma eldaði í sveitinni þar sem að maturinn var það sem að tengdi saman félagsskap og samtal og eitthvað fleira að sömuleyti er samstöð þannig að eftir allt silfrið og vikulokið það sem er allt orðið einhvern veginn svo gelt einhvern veginn og það eru bara talandi stéttir sem einhvern veginn geta tekið þátt í þessu samtali ef við ekki bara fara með og reyna að ná samtalið eins og var bara við vaxdúkað eldhúsborð upp til sveita í gamla daga og aftur við náum ekki hvernig við að tala saman í nútímanum og náum kannski aðferð til þess að gera saman eins og menn gerðu Norður-Þingeyjarsýslu í lok 19. aldarinnar með kaupfélagshreyfingunni eða sprengja stífluna að gera það sem þarf að gera og ég held nefnilega að menn segja þessi frasi orður til alls fyrst og allt það sem ég held að sé út að vera sér rétt en gallinn er auðvitað sá í fjölmiðlun að þetta er voðalega mikið svona einhver einhliða mötun menn eru ekki að koma saman eins og þú hóar hér saman fólki við þetta borð þetta rauða borð og þar sem fólk misvel undirbúið og misvel að sér og allt eins og gengur en maður ímyndar sér að í framhaldinu kannski kvikni hugmyndin það að gera eitthvað saman og það heldur maður kannski að til þess að gera það þá þurfum við að byrja á því að tala saman sem við vorum að gera hér Eva Kjartansson, takk fyrir að koma hingað að Laugardalsmóti og leyfa okkur að kynnast þér þess. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Og hlustundum þakka ég kærlega fyrir að hafa staldrað við og hlusta á okkur. Minni á að framundan er helgardagskrá samstöðurinnar. Það verður úrval vikunar hér í eftirmiddaginn og svo á morgun í hádeginu klukkan 12:40 er þjóðmálaþátturinn Synir Egils og svo heldur dagskrá samstöðurinn áfram. Hvet ykkur til þess að fylgjast með því. En takk fyrir í bili og góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.